Virðulegur forseti, kæru landsmenn. Í boði ríkisstjórnarinnar heilbrigðiskerfið okkar á yfirsnúningi og mannekla enn viðvarandi vandamál og álag á hverjum og einu starfsmanni allt of mikið. Í dag allt of mörg börn á biðlista eftir að komast á biðlista til að komast á lokabiðlistann til að fá lífsnauðsynlega þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Eitt barn á bið einu barn of mikið því börn eiga aldrei að bíða eftir lífsnauðsynlegri þjónustu. Yfir 10.000 börn búa við fátækt á Íslandi árið 2023 og það ríkisstjórninni til háborinnar skammar að láta fátækt barna viðgangast ár eftir ár. Við sem búum hér í þessu auða og göfula landi skulum leyfa okkur að láta þúsundir barna lifa í fátækt og alltaf stór hóp þeirra í sárafátækt ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð og það í boði ríkisstjórnarinnar. Verðbólgan sem nú 10% étur upp allar hækkanir þeirra sem verst settu með hækkunum á leigu, matvælum, útvarpsgjöldum, sorpeyðingjöldum og ýmsum öðrum gjöldum úr öllum áttum sem rigna yfir fátækt fólk. Þetta eru gjöld sem ekki bara éta upp þann litla ávinning sem 2,5% hækkun almannatrygginga sem boðaðar í aðgerðum ríkisstjórnarinnar núna heldur valda þau því að þeir verst settu verða bara að herða enn fastar sultarólina. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir fólk að lifa í ævarandi fátækt? Könnun sýndi það að fólk sem þarf að lifa við viðvarandi fátækt getur tapað nokkrum árum og allt upp í áratug ævi sinni. Það okkur til háborinnar skammar að vera með þannig kerfi sem ekki bara skaðar fátækt fólk andlega og líkamlega, einnig styttir verulega ævi þeirra. Virðulegur forseti og kæru landsmenn, við í Flokki fólksins með frumvörp og tillögur til að koma í veg fyrir fátækt og þá eini lausnir sem taka á vanda heimilanna. Ríkisstjórnin sér ekki vandamál þeirra verst settu og heyrir ekki í þeim sem verst hafa það og talar bara tungum sem enginn skilur hvað það hún sjálf og því stóraukast vandamál aldraðra, veikst og fatlað fólk sem býr í þeirra boði við sárafátækt. En nú ríkisstjórnin rumska löngu svefni og virðist vera hálfkvalin, langreið og í tómu rusli með sín mál og kennir stjórnarandstæðunum allt hennar eigin klúður. Virðulegir landsmenn virðulegir forseti og kæru landsmenn. Í skýrslu forsætisráðherra fátækt og áætlun samfélagskostnaðar sem sérfræðingar unnu fyrir forsætisráðuneytinu nýlega sagt að staðan á Íslandi sé með því besta sem þekkist með á samanburðarlanda. Á hinn bóginn kemur einnig fram í skýrslunni að það virðist sem staða aldraðra borgara í heildina hafi lítið batnað og benda höfundar á það að aldrað fólk sé á lífeyrislaunum almannatrygginga og eru fátæk búa nú við sárafátækt. Þetta alfarið í boði þessar ríkisstjórnar því þeir reyna að tóra á lífeyrislaunum sem 10% lægri en ellilífeyrislaun verða einnig fyrir krónu móti krónu skerðingar og pikkföst í sárafátæktargildru hennar. Að öllu þessu sögðu og vegna undrunar minnar á vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar að hækka lífeyrislaun almannatrygginga bara 2,5% laust eftir den vísunir í huga mér með leyfi forseta. Öryrkinn með íþyngjandi skattinn alveg staur, borgar ekki skerðingarskattinn því hann á engan aur. Svangur í sinni fátækt á hann ekkert brauð því hækkun þessar ríkisstjórnar allt of snauð. Og að þessu tilefni og mörgum öðrum ríkisstjórn hætti að skatta og skerða lífeyri til sárafátæktar.